Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst koma að ég tala aðeins skólamál. Frétt af því að í gær voru haldnar mentabúðir hér á Akureyri þar sem fjölmargir kennarar komu saman og mér legg bara forvitni á því að vita hvað voru þessi kennarar eiginlega að gera og hvað eru mentabúðir. Kannski byrjar að segja mig frá því, hvað eru svona mentabúðir? Og mentabúðir er svona fallet orð. Ég heyrði þetta bara fyrst þegar ég kom inn á Norður og mentabúðir er samkoma mörg hundruð kennara sem eru komnir saman til þess að tala skólamál og fræðast. Og upplagið í gær var tveir svona líkil fyrirlesarar sem fjölluðu skólamál, smá svona innspýting frá fræðslustjórunum og síðan bara splundraðist hópurinn í tugi kennslustofa og var að fræðast alls konar mál og innleggi kom eiginlega bara frá skólanum sjálfum á svæðinu. Allt frá því að fræðast hvað að hugsa samfélagið sitt, út á ykkur stærðfræðikennsla, bara allt milli himins og jarðar sem verið að gera í skólanum hér á svæðinu. Og þetta var alveg ótrúlega svona kraftmikil samkoma. Ég kemur náttúrulega litlum bæ með örfáum kennurum sem hittast 27 skólabyrjun, núna voru þetta sko 300 eitthvað. Þetta var svona massi ofsalega skemmtilegt og velskipulagt og gott start inn í skólabyrjun bara sem nú skóla þeirra byrja næstu viku. Hugsið ykkur, sumar bara búið og maður veit, líður alltaf svo. En þetta hlýtur að skipta dálítið miklu máli fyrir kennarasamfélagi líka eins og hér í bænum og alls staðar auðvitað að hittast bæði til að ræða faglega skólamálin og halda áfram því að þú verður einhvern veginn ekki fullmenntaður í því að vera kennari eiginlega nokkuð tíman. Nei. Þannig að þetta hlýtur að skipta kennaramáli. Þetta voru kennarar hér á Akureyri og kennarar hér í kring. Þetta voru frá Dalvík, þetta voru kennarar á Þelamörk, Hrafnagilsskóla og það líka. Grenivík. Og það sem við vorum að gera var að skapa vettvang með yfirskriftinni læsi að þessu sinni og læsi í víðum skilningi og skapa vettvang fyrir fólk að hittast. Sjá hvað þeir eru að gera, deila hugmyndum og hafa bara svolítið gaman svona í upphafi árs. Og kannski ekki síður þessi samkennd sem myndast að vera hluti af svona stóru samfélagi kennara. Það er nefnilega þannig í skólunum að þegar skólinn byrjar á haustin, þetta svona svolítið eins og lest. Allir setjast inn í á haustin, nemendur og kennarar og foreldrar og allir og hún bara tekur smá stopp hann jólin, svo heldur hún áfram ferðinni fram á vor. Að stundum upplifum að það er ekki mikil tími yfir veturinn til þess að ígrunda, hittast og tala saman fræðin og bæta við sig því að það er þannig í dag að kennarinn hann einmitt eins og þú sagðir, hann aldrei fullnuma. Það er svo ótrúlega margt nýtt að gerast bara í skólamálum í heiminum vil ég eiginlega segja. Það er svo mikla breytingar og maður gæti alveg sest með hausinn bara í höndunum og sagt, minn góður, þetta mun aldrei ganga. En það þýðir ekki, þá bara miklu frekar að horfa á þetta sem stórkostlega spennandi tíma með tækninni, með breytingu í kennsluháttum og við erum að reyna að hjálpast að, ég ekki fædd með músin í hendinni til dæmis, ég ekki fædd með tæknina, en núna eru kynslóðirnar að byrja að koma inn sem að bara fæddust inn í hennar heim. Já, talaðu okkur hinn sem nýbúa í tækninni, það er svolítið skemmtilegt. Já, nákvæmlega, þannig að við verðum að vera á tánum í skólakerfinu og gera, taka þátt. Og það að vera til ný störf sem það koma ný störf inn í náinni framtíðin sem ekki ennþá til og við erum alltaf að spyrja okkur undir hvað erum að búa þessi börn, hvernig erum að búa þau undir samfélagið, þannig að við verðum að fylgjast með. Það líka þær breytingar sem hafa orðið þessu tæknibyltinguna að ólíkt því þegar maður kannski, ég allavega sjálf að alast upp, þá maður annaðhvort að fara að verða læknir eða lögfræðingur og maður að fara að verða eitthvað. Þegar maður, og spurningi sem orðin eiginlega úrelt í dag hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Það næstu bara búin spurning og þar var lögð svo mikil áhersla á það muna, endalaust, ártöl, nöfn. Í dag getum við bara að googla þetta. Þetta hlýtur að hafa áhrif á... Já, þetta breytir kennsluháttum. Og við erum í skólanum í dag að reyna að taka inn þessa nýju kennsluhætti. Þannig að við erum náttúrulega, ég segi eins og Sofía, ég heldur ekki fædd með músina í hendinni, en við erum að reyna að byggja ofan á það sem börnin kunna í dag. Þau eru komin fram úr okkur að mörgu leyti og í mörgum hlutum og við erum að taka það inn í líka. Og hvernig eigum við að vinna með það? Hvernig eigum við að vinna með þessa þróun? Hvernig eigum við að nýta kostina við það og síðan auðvitað sem kemur að því sem náttúrulega talað mikið líka gallarnir við tæknibyltinguna sem við verðum kannski eldra fólki Já, náttúrulega núna eins og öllu sem um læsið
að það svona áhyggjur, það kom sko skilaboð frá ráðherranum að við ættum að skoða þetta, strákarnir eru ekki læsir eða verðlæsin stelpurnar og þannig að það var svona átaki hleypt af stað á menntabúðunum í gær þar sem að við ætlum bara að taka þetta í okkar hendur hérna á Eyjafjarðarsvæðinu og græja þetta því hann sendur okkur skilaboð. Við erum búin að gera börnin betur læs 2018, 90% nemenda nái lágmark og hæfni í læsi og það þýðir það að við verum auðvitað líka að spyrja okkur gagnrýna spurningar, hvernig erum við að kenna? Hvað með þessar foreldrar sem eru þessi börn? Alltaf þeir geta axla ábyrgð á að hjálpa okkur að gera það læs. Þannig að verða allir að koma inn í þetta. En ég held líka að nám, eins og við vorum að tala það hefur breyst svo mikið, sko, þetta með að læra utan bókar. Það ekkert lengur þannig. En hins vegar manneskjan og barnið ennþá bara með eitt höfuð og tvær hendur og fætur ennþá með hjarta og manneskjan eins, já, sál, já. Þannig að við megum auðvitað ekki gleyma því og það var svo góð áminning í gær, fannst mér á þinginu, að tala samræðu við börn og það var verið að sko minna okkur á það kennarar reyna að þegja 3 sekúndur og leyfa við barninu aðeins að tala af því okkur hættir svo til að drífa okkur að miða til þeirra. Þetta var svo skemmtileg áminning það einmitt. Og kannski ekki síður til okkar foreldra. Já, akkurat. En þetta það sem gerist upplýði allavega stundum að það þessi breyting líka á einu sinni starfaði sem grunnskólakennari, þá heyrði maður oft þessa umræðu af hverju ekki foreldrar að gera þetta og hitt. Svo þegar maður ekki inn í skólakerfinu, þá heyrði maður af hverju ekki kennarar að gera þetta og hitt. Og einhvern veginn verður svona ósjálfrátt svolítið svona verið að benda á sökudólka. En það er gaman að heyra einmitt að það kannski ekki það sem við verið að pæla. Nei, það ekki verið að pæla. Það alveg sjálfskoðun innan kennara. Já. Og þannig þróast í starfi. Þú verður að vera ígrunda svolítið og gagnrýna sjálfan þig og hugsa hvaða leiðir get ég farið og það eins og við vorum að gera í gær, við vorum að reyna að miðla. Það verið að gera þetta í þessum skóla, get ég nýtt það. Við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið. Það búið að því, hér og þar. Og við getum nýtt okkur það sem aðrir að gera og við þurfum ekki endilega að gera það alveg eins. Við getum nýtt okkur hugmyndina og þróa hana áfram. Svona að lokum, hvernig upplifiði kennara samfélagið á Akureyri? Eru þið ánægð með það? Finnst ykkur mikla breytingar? Funduð þið kraftinn eða var þetta allt erfitt? Ég fann kraftinn í gær. Já, ég nú alveg ekki það, ég fann gríðarlegan kraft. Enda var þetta fallegu dagur þegar við fórum á fætur í gær. En já, engin spurning. Það auðvitað, sko, þegar það líða á veturinn eins og ég segi, þegar lestin komin á leiðarenda, þá komin sko þreytulykt í klefana í lestinni og það allir orðin lúnir. En að byrja haustið og hitta allt þetta frábæra fólk og sem svo fullt af eldmóði vegna þess að fer sko kennari sem leiður á starfinu sínu, hann á bara að fara að gera eitthvað annað. Þannig að maður verður að gera svo vel að finna þennan kraft í sér og ef hann fara að dofna, þá ber þeim bara skylda og ég hef nú verið að stappa stálinu í stjórnveitu hérna, setja í kröfur að kennarinn haldi kveikinu í sjálfum sér, hann verður að halda neistanum, að vera á tánum og vanda sig í starfi. Og að því að þetta nú pínu skilaboð til kennara, hvað með foreldra? Okkur, hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að hafa í huga núna þegar skólaárið að byrja? Styðja við skólan og koma að þessu, koma með hugmyndir inn í skólasamfélagið og við komum til með að vinna þetta læsi og í tengslum við það í skólanum og förum á stað í haust í öllum skólunum saman og reyna að virkja foreldra líka með okkur. Því við gerum þetta ekki einn. Við byrjum sameiginlega ábyrgð á börnunum. Og þetta allt svo fallegt. Læsa er lykillinn. Læsa er lykillinn. Verkefni okkar heitir það. Sem við erum að hrinda af stað. Algjörlega. Yndislegt að fá okkur. Ég voni að fá okkur bara aftur síðar til að ræða skólamál. Mjög spennandi. Takk fyrir komuna. Takk sem við. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik. Þá ræðum við fréttir vikunnar og svo fáum við hressa Hvannadalsbræður til okkar. Og ég ætla aðeins að fræðast það sem þeir eru að gera líka í sitthvoru lagi, þessi tveir sem ég fæ.